Ég vil fara yfir nokkrar grunnreglur. Og hvað eru það? Hvaða reglur eru það? En það engar reglur. Við ætlum í spurningakeppni. Já. Síðast þið komið, þá vorum við svona áskorun. En við erum að tala nú bara alvöru spurningakeppni. Eru þið spenntir, stressaðir? Bæði. Já, ég held að, já, svona bæði, já. Þetta eru spurningar sem ég samdi. Og þetta er svona sérstaklega hrekkjavöku þáttur. Ekki þarf að reyna að skoða. Jú, ég menn. En eru svona hlaupspurningar, svona hlaupa á bjöllu, fæ að íta svona í andli og snorra á? Nei, en ég ætla samt að vera með bjöllu spurningar. Já, ok. En að þetta er svona hrekkjavöku þáttur. Halloween þáttur. Ertu með bjöllu? Nei, ég ætla bara að nota beiningarnir í staðinn. Núna verður upplætt til dæmis fyrir fólk sem veit ekki að því að bíóbláða líka á YouTube. Að því ég er búin að skreita smá stúdíói. Já. Er þetta ekki flott? Þetta er ekki. Hvernig veistu ykkur Halloween rör eins og ég fann? Mér finnst það frábært, þeir eru líka umhverfisvæn. Já. Kann að meta það? Já, þetta er svona papadrasl. Þetta er til marks budgeti sem með í þættinum. Já. Hver þáttur kostar svona 250 skall. Ok, en þetta eru bara hryllingsmynda spurningar. Hljóma vel. Ok. Og þetta er ekki allt Saw eða eitthvað svona drast. Þetta er bara Saw og Hostel. Já. Ok, nice. Ok, þetta verður nokkri flokkar. Já. Hefðu, eigum að byrja að tala þarna, tarotspilina Siggu Kling sem við dróum inn á hann. Hvað er tarotspil? Ég veit ekki hvað. Já! Ég veit ekki hvað þetta tala um. Já, þetta er mjög gott. Ég veit ekki hvað þetta tala um. Sko, málið er, ég verð dómarinn núna. Ég er ekki að taka þátt í þessu. Það eru velun. Það sýnir ykkur það smástund. En já, þið dróðu svona spil frá Siggu Kling og við spurðum, vinnur Siggi, þá kom já eða frábært. Svo spurðum við, vinnur Snorri, þá kom nei. Með stórum stöðum, sko. Stærra en já. Þetta voru samt allt litlir staðir. Þetta voru ekki ástæður. Þeir voru stærri. Þetta voru stórir. Það var meira plás. Þeir eru stærra letur. Ok, og útskýra fyrir ykkur leikinn. Já, hvað með það? Ok. Því við erum búin að gera þetta frá því að byrja með þetta podcast. Ok. Að vera með svona pubquiz. Já. Takk fyrir að leiða mér að koma aftur. Það er gaman. Já, ég meina, þú varst eignast barn og svona, annars hefur komið fyrir. Já, mér finnst mjög skrítið að ég hef fengið að koma aftur, en það er gott að vera komin aftur. Síðastu þáttur þinn. Ok, þetta verða fyrst 5 bjölluspurningar. Ok. Og það er þá bara með ég báði svara, en þið þurfum það að ná í þessa beinagrind. Er þetta ekki svona sirka á miðin, eða? Já, hvað gerum við allar svo snúrur? Hvað gerist þið fyrir Þið fyrir bara að passa ykkur. Þetta er ekki mjög vel útjóksað. Hvað ég hafði hugsað að hafa bjöllu, en svo hugsað að það er kannski pirrandur fólk sem er að hlusta. Eru bjölluspurningar á fyrsta? Já, ég ætla að hafa smá svona uppbytun. Ok. Áður fyrir mér hraðaspurningar. Það eru 5 bjölluspurningar. Æfa mig. Eða, ef að kalla það beinagrind... Ertu að æfa þig? Ég er að æfa mig. Kallum þetta beinagrinda spurningar. Ok. Og bara fyrstur að draga í þessa beinagrind fara að svara. Fyrstur að snerta það. Verðum við þá ekki... Við grípum báður í hústina og... Þú veist, má ég vera hér? Nei, þið með ekki með hendur á borðinu. Ok. Borðinu. Undir borðinu, eða... Já. Sér það? Sást ekki? Lightning, maður. En þið megi alveg vera tilbúnir, fattu þið. Ok. En ekki vera að hella niður hérna vatninu og eitthvað. Shit, maður. Ég var svona Young Guns, hérna. Já. Feeling. Fastest straw in the West. Ok. Fastest straw in the West. Jesus. Ok, 5 bjölluspurningar. Og það virkar þannig, þegar ég spyr, þá bara eins og, þið viti hvernig bjölluspurningar eru, bara svo dreifur beiningurinn að fara að svara, ef að það er rangt svar, þá fer svarréttur niður hinn. Ok. Fattiði mig? Make sense. Ok, 5 þannig, svo er það 10 hraðaspurningar fyrir keppanda númer 1. Og svo sem vinnur, ef það er eitthvað sem fær, sem þú fór 4 stig og Snorri 1 eftir þessar bjölluspurningar, þá mátt þú velja hvort þú byrjir í hraðaspurningum eða ekki. Ok. Það eru 10 spurningar. Svo eru aftur 5 bjölluspurningar. Svo förum við í 3 vísbendingarspurningar. Svo förum við í uppáldum mitt sem eru flokkarspurningar. Ok. Og þá fóðu að velja. Þá eru það 5 flokkar. 4 spurningar í hverjum flokki. Það er slasser, skrimsli, vampírur, draugagangur eða djöfulgangur. Ærslagangur. Þannig að þá kannski farið þú fyrst að velja, þá velja þú vampírur, Snorri, whatever. Svo bara kolla hangur búið með þér. Alright. Er það tilbúinir það? Og ég sýn ykkur velunin? Já, við þurfum að vita hvað við erum að keppa að, sko. Þetta getur orðið mjög stutt podcast. Við varum að lappa út bara að fá Þetta er eitthvað drasl í velun. Já. Ok. Þið fáið báðir svona þáttökuvelun. Ok. Ok.
en það er ekki aðalvelunin. First loser. Og það er svona á mann, þetta er sérst Oreo keks Halló. What? og þetta er meira kannski jóladót en ég sá þetta í Costco og mér fannst það skemmtilegar umbúðir. Er hægt að borða þetta? Já, þetta er bara velið Oreo keks. Er þetta bara, já, ok. Ég er að sýna hérna í kameruna. Já. Þannig að þú fær eitt pakka Já. og Snorri eitt pakka. Hvað er þetta marg? Er Er þetta- þetta 100 Oreo keksa? 40. 40 Já, Oreo já. keksa? Ok. En aðalvelunin er eitthvað sem ég elska. Það stendur hérna, and a Dunky New Year. Þetta ætti eiginlega að vera and a Chunky New Year. Já, það er reyndar rétt. En þetta er aðalvelunin. Ú. Þetta eru Fizzy Worms, Ok. líka frá Costco. Já. Costco er ekkert að sponsa þetta, þetta er bara eitthvað sem ég keypti. Hvernig veistu hvað er það? Já, mér líst mjög vel á þetta. Ok, ég keypti þetta, það er ástæður ég keypti þetta. Að þú fegstu smá af því áður en þú komum. Nei, ég er ekki búin að opna þetta. En málega er, ég hugsaði ormana í Lost Boys, sem er vampírmynd, Já, sem á vel við í dag. já. En þetta? Við erum bara töff umbúð. Ok, næst. Ég var bara að preppa Lost Boys. Þetta segja að segja engar Lost Boys spurningar. Það kemur bara ljós ekki. Ó. Wow. Það er bara pokerface sem ég er, ég veit ekki neitt. Ok, er þið tilbúin að byrja þetta? Já, þetta Tökum verðlaunin. Það sjást hérna, þessi beinagrið hérna. Ekkert hvort þú sjáist, það skiptir engum múli. Já, ég er bara, þú veist, ég er að hugsa áhörðuna. Alltaf setja nornapottan á gólfi. Þetta er rákatallur núna. Rákat allir. Þetta er ekki vestra þáttur. Viljum við ekki sjá? Já, þú meina það, sendi kameruna. Er það ekki svolítið skemmtlara? Það sést alveg, maður. Það sést alveg. Er ég búin að skemmi þetta? Þetta er flott, ok. Ok. En þetta er náttúrulega ekkert eitthvað alvarlegt. Og ég nenni ekki að hlusta eitthvað væl. Eitthvað fara að grenja eitthvað. Ok. Lofið. En, þú veist, Guðmund Álmundur, þetta er ekki samt svona eitthvað, hver er sonur sminkunar í, þú Nei. veist, Suspiria eða eitthvað. Þetta er ekkert, ég er ekki fáiðis ekki. Þetta er alveg skemmtilega spurningar. Mér finnst það að vera svona medium. Ok. Mér finnst það að geta eitthvað svaka lærfiðar. Svo eru sumar bara mjög léttar, finnst mér. Þannig ég veit ekkert hvort það endur að þú fór 100 stig og hann 100 líka eða 2 stig og 30, ég ekki hugmynd. Takk fyrir að gera lítið úr okkur strax svona eitthvað. Já, mér finnst þetta bara eitthvað auðvöldar spurningar og segja Já, bara svo- eitthvað, erum við báðum eitt stig. Röpum við bara. Já, þá komið þið aldrei hattur. En þá allavega getum við borðað Oreo. Já, sett. Já. Og Haffi borðað Fizzy Worms. Það þú fáum ekki neitt. Ok. Banna að horfa á blaði. Ok. Byrjum þetta bara. Spurning Þú númer staðis 1. yfir. Ok, ekki fara samt í mækin sem sagt, Já, þú veist, já. þið passið ykkur. En þið vitum líka að þetta á að vera hérna í óná, sko. Erum við teknum Þetta er eins og þetta? Já, við erum ekki að hugsa um að búna, sko. Við erum að hugsa um að vinna. Og þið megi grípa í beiningarindina áðurinn í klára spurninguna ef þið haldið vitið svarið. Ok. Já. Fattið mig. Já, já, já. Ok. Númer 1. Midsommar kom út Snorri. Ari Aster, hann gerði Hereditary og gerist í Svíþjóð. Ránt. Þetta var klúður, Snorri. Ok, Siggi, nú get ég Come to me. Ok, Nú get ég klára spurninguna. Já, takk. Í rólegheitum. Midsommar kom út árið 2019, en hvenær kom Hereditary út? Það veit þetta ekki. 2017. Það er ránt. Þú fara ekki að svara, þú ert búin að reyna að svara. En svona búið djóki, veistu svarið? Er ekki 2018? Já. Ég held að það hefur verið 2 ára á milli. Númer 2. Shit. Ok. Því er ekkert að grænja. Nei, nei. Númer 2. Já. Hvað heitir aðal karakterinn í myndinni A Serbian Film? Snorri? Hann heitir, ég veit hvað ég heiti í þessari mynd. Já. Vá, ég man, þetta er dottum, hérna Nico. Nei. Það er ránt. Siggi, vilt þú giska eða eitthvað? Ég er bara ekki með þetta, sko. Nei. Ég er bara, nei. Ég vil samt líka taka fram sumar af spurningum og svörum Já. hafa komið fram í þessum podcast þætti. Já. Þannig því að þetta skammast ekki. Að við erum ekki búin að horfa á alla þættina. Ég var ekki búin að horfa á ógeðslega þáttinn, sko. Nei, Svo að, þið hefur vitað að við erum búin að því. já. Ná meiri galnir. Hann heitir Mílos. Mílos, það ég vissi að það var eitthvað í. Mílos, maður. Númer 3. Hvað heitir creepy japanska stelpan í Ring?
Sakura. Það er rámt. Siggi? Giska? Þetta verður 0 stig, hvað? Ég veit jóka. Ég bara, já. Ok, pass. Sadako heitir hún. Sadako. Ég var næst, ég var hálft. Þú var ekki neitt, Snorri. Númer 4. Í hvað bæ gerist myndin Sleepy Hollow? Gerist í Sleepy Hollow? Það er rétt, Snorri. Já. Auðvitað. Númer 5. Hvert er eftirnafn aðal hjónana í The Conjuring? Fuck. Ég veit þetta. Er pressa, myndalega í gangi og svona. Já, þetta er mjög stressandi, sko. Þetta er uppbytun. Fuck, ég veit hvað það heita. Þú var ekki endur á þessu tíma. Svona. Nei, og hvað er tæmirinn? Það er hausnum mér. Ég veit hvað það heita. Já. Þetta er glatað. Þetta er glatað. Ég þarf að fá svar. Það er dottuð mér. Ég skammast mín. Ég er ekki með það. Ég hef ekki 0 stig. Warren. Ok. Þannig að eftir þetta ránd þá var hann Snorri. Með 1,5 stig. Nei, 1 stig. Og ég er ekki með neitt. Siggi fær 0. Jesus Christ. Lýstu ykkur illa á það núna? Já, ég er meira stressaði núna en áðan, sko. Nei. Það kom að hraðaspurningum. Ok. Snorri. Þú vannst bjölluspurningana, Snorri, þannig að þú fór að velja, viltu byrja eða viltu vera nummer 2, en ég vil taka fram auðvitað fáðu ekki sumur hraðaspurningar. Mér finnst það mjög svipaðar, en ég varð að gera þetta svona í staðan fyrir eitthvað, Snorri, farð þú út úr herbygginu. Þannig ég er með sikkora spurningar. Herðu, ég ætla að láta Sigga byrja. Ég veit þetta. Ok, Siggi þá keppið nummer 1. Ok, þetta er auðvitað bara fyrir því Siggi, þannig að Snorri, þú ert ekkert að pæla í Snorra. Og ég er ekki eitthvað professional getur betur spyril. Ég er ekki professional getur betur svarari. Sorry. Það er keilari. Það er svirill. Það er svo rétt. Ég veit það, ég var að hlusta á þáttinn í dag. No, ok, þú hlustar á eitthvað. Já. Það er nú gaman. Keilari. Ok, ertu tilbúin? Já. Ég er stressað, ég þarf að lesa það hratt, sko. Jesus. Við förum sér bara yfir svörin eftir þessar 10 spurningar. Já. Ok, tilbúin. Já, þetta eru 10 spurningar. Þetta eru 10 spurningar. Ok, hvaða ár kom Friday the 13th út? 1980. Hver leikur Laurie Strode í Halloween? Ég veit ekki, pass. Hvor hefur drepið fleiri, Michael Myers eða Jason Voorhees? Jason. Hvað heitir trúðurinn í 1? Fuck. Ég fær svar? Pass. 1. Hvaða ár kom Dog Soldiers út? 92. Ránt. Hvernig morðvopn nota Candyman? Hníf. Ránt. Hvaða ár kom Sixth Sense út? 96. 99. Rétt. Hvað er til margar Halloween-myndir? 7. Ránt. Hver á morðingin í fyrstu Friday the 13th myndinni? Mammans. Hvað heitir hún? Linda. Nei. Ránt. Hvor kom út og undan? I Know What You Did Last Summer eða Urban Legend? Noted. Rétt. Hvernig er þetta? Hvað heitir Er það stressandi? Hvað heitir mamman? Pamela. Pamela. Þú varst með rétt Friday the 13th, 1980. Jamie Lee Curtis leikur Laurie Strode í Halloween. Auðvitað, hvað er að mér? Jason Voorhees er búin að drepa fleiri og þú varst með það. Hann er búin að drepa 151, Myers 133. Já, ok, tækt. Trúðurinn í 1, Pennywise. Auðvitað. Dog Soldiers kom út 2002. Candyman er með Krók. Sixth Sense 99. Halloween-myndinar, það eru 11. Og Pamela Voorhees og morðingin og I Know What You Did Last Summer kom út 97. Urban Legend kom út 98. Hvernig líst þér á þetta, Snorri? Hvernig var það standað sig? Hvað fekk mjög stig? Þú veist 1, 2, 3, 4 stig. Það voru nokkur hana... Ég átti að vita Pennywise og Krókin. Já. Þetta er alveg... Og Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, það var svolítið skellur. Hvað djú... En ég meina undir pressu, ég ætla ekki vera með stóra orð núna. Ekki? Þú þarf ekki með stæla? Ég ætla ekki vera með stæla. Ég er náttúrulega ekkert mikill slasherkall, sko. Þú veist, ég hef séð allar þessar slashermyndir, en ég hef ekki séð þar oft, sko. Með mig? Það eru fleiri slasher spurningar, en þú kannski vel að það öðru í þessu flokku eftir. Já. Ok, Snorri, tilbúin. Nú er komið að hraðaspurningum fyrir Snorra.
Fyrsta spurning, hvað ár kom Nightmare on Elm Street út? 83. Rámt. Hver leikur oftast Freddy Krueger? Já. Svar. Pass. Hver talar Robert fyrir Englund. Robert Englund, ok. Hey! Ég gef hann rétt. Hver talar fyrir Chucky? Brad Dourif. Rétt. Hvað ár kom Conjuring út? 2011. Það er rámt. Hvað eru til margar Hellraiser-myndir? Er það ekki 7 eða eitthvað? Rámt. Hvað morðingi fór út í Game árið 2001? Jason. Rétt. Hvað eru dreipið fleiri, Chucky eða Pinhead? Nei, Chucky. Rétt. Hvað ár kom The Howling út? Howling kom út 81. Rétt. Hvað eru til margar Scream-myndir? Það eru 5. Rámt. Nei, það er 5 að koma. Hvor kom út á undan? Freddy vs. Jason eða Nightmare on Elm Street endurgerðin? Freddy vs. Jason. Rétt. Hvað er náðan? 5? Herri, þær eru næstum því orðnar 5. Þær eru næstum því Þú fékkst einu spurning á Ég gaf honum það samt. Ég sagði banna að grænja. Það er ég sem er alvaldur hérna. Ok, þú veist 1, 2, 3, 4, 5, 6 stig. 6? Það er ekki slæmt. Sigga Kling var komin með eitthvað í ruglunni, sko. Nei, það er fullt eftir. Ok, þannig að Snorri, hann fekk 6 stig fyrir hraðspurningar. Siggi fekk 4. Hver er 4 stig segi. Hver er staðan núna? Það kemur ljósbrættir. Ekki strax. Líkvört. 7-4 eða? Jú, ég held að. Nei, 7-5. Nei, ég fekk 0 á. Þú veist 0 á hann. Það var lélegt. Ok, tilbúinir. Hvað er núna? Bjölluspurningar. Aftur bjöllu. 5 bjölluspurningar. Aðal keppni byrjar ekki fyrir að vísbendingarspurningarna koma. Þetta er upphittun. Ok, þeir tilbúinir. Í hvaða Saw-mynd deyr John Kramer? Saw 4. Rámt. Saw 3. Það er rétt. Vissirðu þetta ekki? Númer 2. Hvað heitir morðóða fjölskyldan í Devil's Rejects? Það er bara beðið fjölskyldunafnið. Pass. Vá, það er alltaf langt síðan sána. Pass. Hvað heitir þau? Firefly fjölskyldan. Firefly fjölskylda. Ekki, sjens, sko. Já, það var góð mynd samt. Ég var að horfa hann aftur. Ok. Nú ætla ég að leika smá. Úr hvaða mynd er þessi setning? I know you gentlemen have been through a lot, but when you find the time, I'd rather not spend the rest of this winter tied to this fucking couch. Kannst ekki þetta? Nei. Var þetta leikurinn minn, eða? Mögulega. Meira innlöfun. Ef ég vanda mig betur. Hann sást öskrar hana síðasta. Já. The Thing. Það er rétt. Já. Þannig kom það. Það gjör svolítið lengi að kveikja. Siggi, ég held að Siggi er bara þreyttur. Eða er Snorri svona klár? Já, Snorri er bara svona klár, sko. Ég horfði á það Thing fyrir svona mánuði eða eitthvað, þú veist. Já, þú með þess aftan á Blu-ray og allt Ég kefti hann nýja útgáf, Criterion útgáf. Þú með svona lánaði með hana? Klikkuð. Og kannski ekki vita þetta? Var þetta hvernig ég leik þetta? Nei, ég veist, Þetta er alltaf mjög óheppilegt. Ég ætla að hætta að væla núna. Ok. Ég væli ekki allt kvöld. Ég skal gefa þér nokkra orma. Lost Boys orma. Við erum ennþá í hérna. Já, það er ennþá bjöldspurningar. 4. Þú ert hérna komin geð nálægt til. Herðu, Svona vinnum maður. Númer 4. Hvað heitir 4. Child's Play myndin? Siggi? Já. Chucky's Revenge. Það er rámt. Hún heitir Bride of Chucky. Það er rétt, Snorri. Siggi. Þú er að detta í gang hérna. Já. Ok, númer 5. Hver lék Freddy Krueger í endurgerðinu? Jackie Earle Haley. Það er rétt. Siggi. Snorri fekk 4 stig. Ég ekkert. Þú fyrst 0. Þú var samt ennþá séns. Bara að segja það. Nú erum við komnir í vísbendingarspurningar. Við bara kerum þetta vel á stað hérna. Hvað er það? 3 vísbendingar eða 2 vísbendingar? 3. Og maður grípur í til þess að. Já. Og það eru fyrir, ef þið fattir þetta strax, 3 stig. Svo 2 stig, svo 1 stig. Ok. Ok.
Og eins og áður, þið megi grípa í beinagrindina eða bara telja ykkur vita svarið á henni klára vísbendinguna. Ok. Spurt hryllingsmynd. What? Myndin upprunalega byggð á bók sem kom út árið 1986 en myndin sjálf kom út árið 1987. Maður fæði bara eina tilraun eða ekki. Sérst fyrir hverja vísbendingu fyrir sig. Fyrir hverja vísbendingu? Já, þannig að þú getur giskað 3 svar. Fright Night. Það rangt. Salem Slot. Það rangt. Vísbending nummer 2. Myndin gerist að mestu leyti í einu húsi, en eigandi þess maður sem heitir Larry Cotton. Fyrir það sem að hlusta þá strákunar að hugsa. Það ekki... Heyrist ekki. Þetta þá í gangi í þátturinn. Þú voru að bæta inn svona... Tíki. House. Rámt. Larry Cotton. Nei, ég býð. Vísbending nummer 3. Bróðir Larry, Frank Cotton, spilar stórt hlutverk í myndinni ásamt konunni Julia. Þess má geta að Þetta Hellraiser. Það rétt, Snorri. Julia. Snorri 1 stig. Þetta völdun. Hvað að frétta sig ekki? Ég veit ekki. Hvernig, finnst þér ekkert gangi í þessu? Já, þetta kemur, þetta allt koma. Ok, verður þetta kannski bara 20 mínútur þáttur eða eitthvað? Við fyllum upp í að mér að borða orði Þú að borða orman eftir. Þú segja hvernig þessi guðliður á bræðið. Á litin, hann er gulur. Hann er gulur. Ég veit ekki. Ok, tilbúin í næsta. Já. Ok. Og það aftur spurt hryllingsmynd. Og núna eru bara setningar. Wow, allt úr sömu myndinni. Já, þetta allt saman myndin. Og þarna var það fyrir mig að búa okkur til að því ég var ekki alveg viss hvað En ég held samt í þessi með nokkuð góða. Er þetta allt sami karakter eða? Nei. Ok. Og ég þarf að leika þess núna líka. Viltu ekki fleiri vísbendingar? Já, þetta var henni að spyrja vísbendingu. Ok, tilbúinir. Og ég mögulega að fara að leika líka núna í henni 2 karaktera. Ég að fara að leika svolítið samtal. Wow, ertu bara að spjalla? Já. Þetta breytir ráttir. Já, kannski eitthvað smá. Nei, ég ætla kannski ekki til það. Ok, er tilbúinir? Ok. Málega mér fannst það svo gaman. Ég Bjöggi og Höddi gerum þetta í áskoleginu. Þá ertu að segja setningu og leika þér. Það var svolítið gaman. Mother, what's wrong with me? It's just like the doctor said. It's nerves and that's all. You just take your pills and you'll be fine, really, okay? Poltergeist. Nei, rótt. Þetta Brain Dead. Nei. Nei. Góð gisk hjá okkur. Ah. Ok, vísbending nummer 2. Well, give me an example. Like what specifically did she say? Specifically, Mrs. McNeil, she advised me to keep my fingers away from her goddamn cunt. Wow. Vá, ég kannast rosalega við fyrstu sendingunum. Þetta ekki kveikja. Nei. Ekki neitt. Ekki giska neitt. Sixth Sense. Nei. Það ekki kant í Sixth Sense. Nei. Hailey Joel Osment ekki eitthvað kant. Segðu mömmu sína. Vá, nei, ég passa. Ok. Vísbending nummer 3. The power of Christ compels... Nei, vá. Snorri undan. Exorcist. Já. Kant. Já. Ég tengi það bara eina hryllismynd. Það Exorcist. Það vantaði röddina. Já. Ég hef ekki sett að breytina þess meira. Það gerur önnur eftir, ég skal vanda betur eftir. Hvað hann að Ok. Hann er að kíkja þannig eitthvað. Bíðum hjálp. Beinagriðin. Það banna líka eyðilegjana. Ok. Ég ætla að reyna að skilja, ég ætla að fá peningin. Ég ætla að skilja. Ok, næsta spurning. Og aftur er spurt hryllingsmynd. Að þetta Halloween Það þáttur. þema. Það er þema. Ha? Vísbending nummer 1. Þið fóðu 3 stig að fatta þetta. Myndin kom út árið 1991 og var með konu í aðalhlutverki.
gegn þögn. Já. Koni alveg ekki. Já. Passi á Sigga? Ég ætla bara, þú veist, Carrie. Hún er miklu, já, ég fætti það bara, hún er miklu eldri. Vísbending nummer 2. Þetta er setning á myndinni. Would you fuck me? I'd fuck me. Siggi? Það er rétt og það eru 2 stig, Siggi! Öskra í mæn. Nú þarf ég að lækki þig þegar ég miksa það þig. Blóð. Siggi var svo spenntur. Ok. Herðu, það er alltaf að gerast hérna. Ég vilja sjá þig samt klára þessa setningu. Þú fær 2 stig, Snorri. Snorri? I'd fuck me so hard. Það var endurins af setningunni. Best, þetta er rosalegt aldrei. Ok. Þá er komið að skemmtilegasta parturinn. Þetta er allt stöðuð þáttur. Ég átti að gera bara 300 spurningar eða eitthvað. Ok. Nei, ég var að tala eitthvað myndina líka, veistu það? Þú veist, ég er bara keppniskapur, sko. Já, sko, það sem ég ætla að gera, við klárum þetta, svo kynum við sko vinnur, svo tökum við kannski aðeins svona stöðspjall í sambandi við, þú veist, eitthvað sem myndum og svona. Það er bara tilfinningar. Og líka, veist ég, það spyrir ykkur aðeins úti, þú veist, hvað hryllismyndum mælið með og svona fyrir Halloween. Að ég ætla að gefa þátt út daginn fyrir Halloween, þannig að Halloween er á morgun fyrir það sem er að horfa eða að hlusta. Já, ok, cool. Ok, núna eru 20 flokkarspurningar, heildina. Og eins og ég las upp fyrir ykkur valmöðlugana. Já, við fáum að velja. Þið fá að velja og það eru 4 spurningar í hvernig flokki. Þú má til dæmis velja bara alla vampírur spurningarnir ef Snorri ekki mun velja, fatti. Og... Það er 20 spurningar í hvernig flokk. Nei. Ógeðslega langur þáttur. Ok, er þið tilbúinir? Ég er tilbúin. Það betur, hvernig, þú veist, er ekki annar okkar sem er að velja flokkunduna, eða hvað er? Jú, núna það er engin svona kepp, eða þess að þið þurfa ekkert að ná í beiningriðina. Má hann fara heim til sín. En, eins og ef Snorri velja okkur spurningu og það ránt hjá honum, Já. sá svarréttur færist þau yfir þig. Ok. Skilur, þannig að þó að hann velji, þá færð þú samt sénsinn á að svara. Ok. Og það er 1 stig bara fyrir hverja spurningu. Já. Ok. 1 stig fyrir hverja spurningu. Aðeins að Snorri var að ganga frá beiningriðinni hérna skreita hennar. hann að setja hann í nornapottu minn. Sem þú þurftir ekki að kaupa fyrir þáttum. Jú, ég þurfti. Sem ég átti til. Ok. Ef að lefa Snorra að byrja að velja því hann er fyrir óaði. Já, hann ræður bara. Ég er ræð. Hvaða flokk ertu með? Góðum með það. Það er slasser, Ok. skrýmsli, vampírur, draugagangur eða djöfulgangur. Hvernig er það? Ég elska þetta. Það ástóður ég enda líka á því. Herri, djöfulgang. Djöfulgang? Já, djöfulgang. Ok. Þá er það spurning nummer 1. Hvaða ár kemur The Exorcist út? Hún kemur út 79. Það er rán. Siggi. Mér langar að segja fyrir þá 74. Það er líka ránt, en þú varst mjög nálægt, það er 73. Enginn fær þetta. Ok, Siggi, hvað ættu að velja? Tökum draugana. Draugagangur. Númer 1. Hvaða ár kom The Shining út? 80. Og það er rétt. Upp á spímyndum minn, sko. Ok, þetta byrja vel hjá Sigga. Snorri. Þú átt að velja það. Skrýmsli? Já. Getur svolítið opinn flokkur. Svolítið skemmtilegur. Hvernig er ég að standa með sem spyrill? Mjög vel, sko. Ég þarf að spyrill, stegagæi og dómari. Já. Þetta sem getur betur, það eru 3 manneskjur. Þú ert bara að 3 manna mangi. 3 in 1. Já, þú ert rosalegur. Skrýmsli. Hvað heitir maðurinn sem hefur leikið Pinhead oftast? Jésús. Það svarar við í vikinu það. Ég bara pass. Það er bara pass. Já. Siggi? John. John, og það er rétt. Nei, hann heitir Doug Bradley. Ok. Ég bara er ekki búin að vera nógu duglegur að horfa á Hellraiser myndina. Nei, þú þarf að breyta því. Já, ég þarf að fara heim og horfa. Þetta heita Dog, samt. Doug. Átti ég segja frekar. Já, ég sagði Dog. Ok, Siggi, veldu. Sepp. Ég tek bara drauga aftur. Hann ætla bara að fara í draugana. Ok. Drauga 5 stig, eða 15 stig, eða eitthvað. The Sixth Sense kom út árið 1999, en hvenær kom The Others út? 2001. Það er rétt, Siggi.
Þetta gengur ekki. Ég ætla að taka líka drauga. Nei, draugar mín. Snorri allar í draugana. Já. Hvað hafa komið út margar Annabelle-myndir? Annabelle-myndir. Þá var ég að tala um sko standalone. Það er 2. Það er ránt. Ég held að það séu 3. Það er rétt. Siggi er að koma mjög sterkur inn í flokkarspurningunum. Já, þetta gengur ekki. Einu sem við kannum draugar. Ok, og Siggi, ætlar þú þá að velja aftur drauga? Það er ein spurning eftir. Já, tökum síðustu draugana bara. Klárum þetta bara. Ok. Hvað heitir hótelið í myndinni 1408 með John Cusack? Þetta er pínum tryggisspurning. Var ekki eitthvað The Lookout eða eitthvað? Nei. Ég veit svarið sko, þú mátt ekki spyrja mig. Ég man það, ég bara man það The ekki. Lookout. Já, ég segi The Lookout. Það er rámt. The Overlook, nei. Snorri, giska? The Landau. Ég veit það ekki. The Dolphin. The Dolphin, já. Ég hef reynda bara séð 1401 einu sinni held ég, en hún er góð, sko. Maður þarf að fara að horfa á hana aftur. Ég sá hann í bíó. Hún var mjög... Það er svona komið óvart nefnilega. Ég fíla hann mjög vel. Já. Hún er alveg ágætlega að skera yfir svona. Það vatnar að drepa með það. Ok, Þegar þá... það er Snorri. Já, Snorri. Þannig að draugagangun er búinn. Ég geti þetta í vampýrur. Vampýrur? Vampýrur. Ok. Þú hefur valið vampýrur. Ok, spurning nummer 1. Tilfinning og vampýrðin. Hvað heitir bærin í The Lost Boys? Santa Cruz. Nei, þetta var fake bær. Santa Barbados. Nei, ég veit ekki. Það var Santa eitthvað. Ég þarf samt meira. Santa... Nei, ég man það ekki. Siggi? Santa Monica. Nei, Santa Monica? já, segi það bara. Rámt. Siggi? Þú varst að horfa á hann. Þú ert alltaf að tala um Lost Boys. Ég veit að ég fíla Lost Boys, ég man ekkert hvað þessi bæri heitir. Santa... Ég á ból, það sem bærin stendur. Ég er ekki búin að vera í honum miljónsum kringum ykkur. Já, ég myndi Santa. Ég er að gefa Sigga hérna allt svar. Ef að það er rétt. Santa Æ. sé eitthvað, Santa... Santa sé eitthvað, það er það. Já, eitthvað, ég man ekki. Og það er rétt. Já, nei, ég átt, sorry. Santa Carla. Santa Carla. Ég vissi að það sé eitthvað, maður anskot. Já. Já, hann sá líka sé. Siggi. Þetta var lélegt. Já, það var liðvilt. Ok. Herru, tökum, förum í eitthvað smá nýtt, förum í þarna djöfulgangin. Djöfulgangin? Já. Ok. Hvað kallast bókin í The Evil Dead? Fuck. Þeir eru svona vikina, þetta er alveg suma létta spurningar. Þetta er mjög létt spurning, sko. Hún heitir... Það er hann allt kvöldið til að svara þessu. Nei, ég þarf að svara. Nei, það grínast í mér, hún heitir... Siggi. Þetta var komið á tunguna, sko. Já, ég þarf að fá það af tungunni. Nei. Ok, það er pass frá Sigga. Snorri, ert þú með þetta? The Necronomicon. Og það er rétt, Snorri. Vá! Það er rétt. Það er við höldum bara áfram í djöflagangunum. Ok. Já, á mér þess að svo, hana, útgáfunu, hana, úr plastinu, hana. Þú þarf að skammast þín, Já, Siggi. ég veit það. Djöfulgangur. Spurning 3. Hvað heitir djöfullin í Hereditary? Snorri? Djöfullin heitir Mammon. Það er ránt. Nei. Þú ert búin Nei! Shit! Þú ert búin að giska. Já. Það er ránt, Snorri. Þú var svo viss. Það er bara kom út. Já, það er ekki Já. Mammon. Nei. Var það ekki Konstantín? Ég það ekki Mammon. Mammon er bara... Djöfull. Já, er bara orð yfir einhver djöfull. Pass. Ok, Snorri, þú var ekki stig, en viltu redeema sjálf þig? Þarna Ef þú veist það. var ekki Paimon. Það er rétt. En þú fær ekki stig. Paimon. Já, Paimon. Paimon. Það bara kom út. Ég veit það. Ég meina, þetta er auðvitað mig. Ég sé alls svörin. Já. Þannig að ég get ímynd með þessi pressa. Já. Ok. Siggi, þú átt að velja núna. Nei, tökum vampýrur.
vampírur. Hver lék Dracula í myndinni Dracula 2000? Dracula 2000. Sem frá árinu 2000. Sást hann ekki? Ég held ég hef ekki séð hana. Ég þarf að svar. Ég veit ekki. Ég var bara að stara á þig, bara eitthvað. Ok, þú veist það ekki. Snorri, veist þú það? Var það ekki hann, þetta ekki Luke Evans? Nei, þetta ekki saman mynd. Það var önnur, það var Dracula. Ég man það ekki. Ég fór okkur sem Dracula Dead in Loving þess vegna fór ég að hlæja hann á það. Þannig að Leslie Nielsen mynd. Ég fór bara okkur svona Transylvania 3000 eitthvað með Jeff Goldblum og eitthvað. Þetta ekki hún. Nei. Þetta bara frægur leikari. Luke Evans var í Dracula Untold. Já. Dead in Loving It. Þetta er Jared Butler. Þetta er Butler? Við fórum held ég á þess að mynda svona í bíó. Nei, vá. Þetta er Jared Butler. Er þetta sama mynd og lék ég hann Danny Masterson? Já, minni það. Omar Epps var einn líka. Já, það var ekki og Johnny góð Lee mynd. Miller. Já, það var ekki góð mynd. Nei, en mér minnst það að það verið skemmtileg. Er það? En samt ekki góð. Mér minnir ekki, sko. Nei, ok. Kannski ekki. Ég hef ekki séð þessa mynd. Þú voru þá að Maður er ekki að horfa á hana. Nei. Ég veit að þetta er fín aftreng. Já. Ok, hver á velja næst? Er það ekki... Ég valdi vampírur núna. Snorri? Þegar ég bara held áfram. Ég bara er ófrumlegur. Velti bara sigga. Það er vampírur. Úr hvaða vampírmynd er þessi setning? Já, þetta er nokkuð setningar. Og ég ætla að reyna að vanda mig núna. Ok. Ég er ekki tjóðlega leik. Hvað sér þau? Gerðu rætt. Og ég ger svona hreif. Já, svona reyndu. You can feel it. That cold ain't the weather. That's death approaching. The weather. Þetta er hreifur minn. Who do you think they're gonna take first? The girl who thinks a gun will help her? Ég veit hvað myndið er. Er það? Ég geti stoppað það bara. Já, staffa mig. 30 Days a Night. Já, rétt. Hvernig er þetta svona Trump performance? Já, með eitthvað svona veða, já, með smá svona hreim. Þú varst svolítið góður hana. Já, takk. Ég vil meira á þessu. Ég hef viljað, það var eitthvað svona 10 setningar viðbót við þetta. Gett langt. Allt monológiðar. Ok. Hvað er, það er slasser og skrimsli. Slasser, skrimsli, jú. Við erum ekkert búin að snerta því. Nei. Já, tökum vampíruna, bara klárum þetta vampír, er ekki ein vampír eftir bara? Það er ein eftir, jú. Já, tökum vampíruna. Þetta er síðasta vampírspurningin. Chris Sarandon leik vampíruna Jerry Dandridge, minnum að þetta kalla Dandridge, ekki Dandridge. Dandy. Í myndinni Fright Night árið 1985. En hver leik Jerry í endurgerðinni sem kom út árið 2011? Colin Farrell. Það er rétt, Siggi. Ég horfði á báðar bara... Hvernig er þetta fyrsta? Það fyrsta var ókslega góð, sko. Hún er skemmtileg. Já, tvö fannst mér bara skemmtilega að sjá hún líka, skilur. Hún er ekki eitthvað brjála. Endurgerðin? Já. Þetta er ekki tvö endurgerðin sig. Já, sást þú hann svona? Endurgerðina, já. Mér er svona slei. Ég er alveg svona lúmskafan að henni. Ég ætla að elska Colin Farrell. Ok, þetta er búið alltaf áhugavert. Upp á stíðin að gera. Já. Það er slasser skrimsli eftir. Herðu, ég ætla þetta í skrimsli. Já, þetta er allt... Nei, það er ein eftir djöfulgangi. Wow, ok, samt sorry. skrimsli. Skrimsli. Hver leikstýrði hella / skrimslamyndinni The Descent? Neil... Hann heitir Neil... Ég minn eini. Neil Armstrong? Já, Neil. Þetta er pressa. Hann heitir Neil... Þegar maður er að fara í úr eða eitthvað. Það er bannað. Það er ekki Google í Ég er úr. að djóka. Hann það svar? heitir... Ég veit þetta er rangt eftir ná. Anskoði, Neil Howard. Neil Howard er ekki Já, ég veit rétt. Siggi? Pass. Neil Marshall. Neil Marshall. Þið eru rosa. Herðu, ég er á first name basis við þennan mann. Ég Já. veit bara ekki eftir hann hans. Neil minn. Ok, Þú hefur nú ekki gert neitt gott. Siggi. Prón skrimsli. Skrimsli. Það er það fyrsta skrimslin. Nei, tókstu eitt skrimsli á.
Það eru 2 skrýmsla spurningar eftir. Já, ok, ég hef búin að Já. Ég er búin að komast því, þú veist, þetta er bara allt verða spurningar fyrir. Ég held ég var að fá eitthvað svona atvinnumenn Nei. í þáttinn. Ok. Þú veist að, komst með þetta var eins og bara að leggja upp svona niðurlæðinguna. Ég er að djóka. Já. Ok, nummer 3. Þetta er líka bara, skiptir eitthvað margum vinnur. Þetta er bara að hafa gaman að þessu. Er þetta kannski ekki tjæntilegt? Ég vil fá ormana, sko. Þú fær ekki ormana. Nemo vinnur. Ok. Það kemur ekki einn orm. Siggi tilbúin. An American Werewolf in London. Gerist í London. En í hvaða borg gerist framhaldið sem kom út árið 1997? Í París. Það er rétt. Wow. Siggi, hérna. Sigmundur koma bara harður tilbaka. Lóksins, hvað er þetta með eitthvað spurningar sem hættir að svara? París. Ég meina, þú veist, sömur af spurningum, þá væri ég bara eitthvað svona, ok, þetta lítur á létt, þú veist, það lítur að vita þetta. Já, ég fucking nekkur mann. Svo völdum við bara vonbröðin. Í trekk. Þetta er mikið vonbröð. Ok. Ég sopna bara alltaf í bíómyndur. Já, ég held ég var að fá eitthvað svaka movie buffs og eitthvað svaka horror buffs og viti bara ekki neitt, ég er að djóka. Ok, ég er að stríða ykkur. Þið vitið helling. Snorri, út af velum núna. Skrimsli. Ok. Viktor Salva leikstýrir í myndinni Jeepers Creepers. En hvað heitir systkini í myndinni? Hvað? Það er svolítið ekkert málið að þú veist það. Nei, no shit. Ég þarf bara að þú veist fyrstunöfnin, ég þarf ekki að fá eitthvað fullnafn. Ég þarf að Justin Long lék bróðurinn, en ég man ekki hvað heitir. Jenny og Danny. Það er rámt. Siggi? John. Og Anna. Trish og Derry. Alveg rétt. Þið muni ekki raskat. Ég var gett ánað með þessu spurningu. Ok. Þetta er svolítið eins og, þú veist, bróðir sminkunar, sko, spurning, sko. Nei, þetta er ekkert Þau er ekkert iconic karakterar. Það er búið að gera 3 myndir þau? Nei. Ok. Herru, ég skal mæta í einhvern þáttar sem þykir spurningar. Siggi. Alvöru spurningar. Það er bara hver leikstýri. Nei, þið ætluðu líka að gera. Ég hlakka til að heyra þær. Mínar eru tilbúnar. Hvernig gengum við þínar, Siggi? Þær eru hérna, ekki það, sko. Já. Ok, það verður ekki síðan næst. Þá er eftir... Það er engi búin að vera slassir. Snorri, ég ætla að þú myndir bara að vera búið með þann. Ég ætla að vera að taka þetta á lokamyndur. Ok. En það er ein djöfulgangur eftir. Svo er það bara slassir. Á ég að velja nú? Já. Tökum síðasta djöfulgangin. Ok. Og núna fæ ég eitthvað svona væl. Ég er alveg viss að. Þetta er bara eins og bróðið sminkunar. Hvað hétt skipið hans Lawrence Fishburne í Event Horizon? Mér finnst þetta ekki ósakjöld spurning. Nei, þetta er alls ekki ósakjöld. Þetta er mjög góð spurning, sko. Ekki þessu spurningu. Þetta er svona... Þetta er einhvern staðar þarna. Já. Þetta er einhvern staðar. Það er svo auðvöld í dómarsætinu. Ég er bara eitthvað svona horfa á þetta, bara þetta er allt skítlétt. Ég er búin að googla þetta allt maður. Já, þurftir að googla þetta. Nei, ekki allt. Ég veist svona hellinga þessu. En ég er líka bjóti spurningar. Ég er bara verið að passa. Þú þarf að passa á þetta. Ég man ekki heldur, ég er bara að fá alien skip í hugan, bara Nostromo og eitthvað, já. Skipið hér Lewis and Clark. Lewis and Clark, já, alveg reitt. Jesus Christ. Ég vissi að þetta er svona... Get over to the Lewis and Clark. Já, þú veist, þeir eru búin að sjá þessu myndur Já, ég elska þessu mynd. Ég ætla að segja, bara taka það fram að ég þekki ykkur báða. Þetta fyrir áhörnundur. Þessi strákar eru klárar en þetta. Þetta er pressan út af myndavélunum og mækonum, við erum að taka þetta upp. Takk af því. Ok. Þá er bara eitt flokkar eftir. Ok. Það slassir og það kom að Snorra. Ég ætla að fá vampíruspurningu samt. Þær eru búnar. Já, þú skalt bara búna Já, get ekki vampírur verið slassara samt? Já, mögulega. Tökum sénsinn. Slassir. Eins og fara að belja. Já, er vampíruspurning þarna? Ég er að tjekka ekki slassir. Joke. Ok.
Kane Hodder er þekktastur sem slassimorðingin Jason. Rétt. Sástu í gegnum blaðið? Ég veit bara svona hluti. Sér enginn í gennum blaði. Ok, Siggi, tilbúin. Var hann ekki hálf Hættu. íslensku líka? Eða vestur íslendingur? Kane? Nei, var það er Gunnar Hansson. Já, Gunnar Hansson. Gunnar Hansen. Að ég get að segja að það er ein spurning. Joke. Siggi, tilbúin. Já. Hvað heitir bærin þar sem Halloween gerist? Pass. Nei, Snorri. Jú. Vildi? Þú veist þetta. Já, ég veit þetta alveg. Þetta er svo steikt. Ég er eitthvað sem Amityville. Þú veist, ég veit það er rangt. Það er bara kom inn. Hann heitir Haddonfield. Rétt hjá það, Snorri. Þegar maður nefnir pressan var það næstu í límist rangt svar. Maður veit það rangt, en það bara fer í plássið og bara er þar. Herðu, það er Snorri næstur. Ég held ég vel í slasser. Það er einu sem er eftir. Tilbúin. Ég er tilbúin. Hvað heita morðingjarnir 2 í Scream? Þeir heita Skít Úlrik og Karakterarnir, ég takk. man það ekki. Billy Billy Loomis og ég man ekki hvað hinn heitir. Það er nóg bara fyrstu nöfnin. Billy og Ted. Konaðin var í Scream þætti hér. Horfðu þér ekki á hann? Jú. Ég bara legg ekki svona. Ég legg ekki svona minni. Ok, núna sem þú veist, Nanna, hún er örugglega brjáluð. Hún hlusta hann á þátt. Það verður ekki fyrsta sinn. Nei. Ok. Þetta er Billy... Nei, ég man það ekki. Nei. Það er bara 0 stig. Billy og Jack. Siggi, veist þú bara ekki neitt? Nei, það? ekki Jók. slagsir. Billy Loomis og Stu Macker. Stu Macker. Billy og Stu. Ok. Það er Siggi. Hvern er verið að tala setning? I watched him for 15 years, sitting in a room, staring at a wall, not seeing the wall, looking past the wall, waiting for some secret silent alarm to trigger him off. Þetta er nokkuð gott sem er. Já, þetta var mjög, ég bara Hræddur? Já. Hvaða karakter eru að tala um? Þess, ekki, ég er ekki spyrur hvað að segja þetta. Nei, ok, já, bara hvaða karakter eru að tala um? Svar. Veit ekki. Passjó Sigga. Þetta er Dr. Loomis að tala um Michael Myers. Rétt. Herru, þá er þetta henni búið. Ok. En ef að taka upp úr djókið, það telst ekki með. Ég vil tala stíðan smástund. Ég er með auka spurningar. Wow. Svona ef þetta er eitthvað svona tæ. Ég ætti kannski að telja stígin snöggvast af því svo ég sé ekki eða auka spurningunum í eitthvað kjaftaði. Ok, þið verða að segja eitthvað með hann. Tala eða með hann. Segja eitthvað skemmtilegt. Er ekki hægt að setja bara eitthvað svona skemmti þátt að tónlist undir? Svona heyrist ekkert í okkur, við erum að spjalla på okkur vatn. Já, þetta var nú skemmtilegt. Ég held að þú hafa verið tekið þetta, Snorri minn. Ég held ég að tekið þetta. En djöfull sem maður frýs. Já, ég veit það. Þetta er bara eitthvað hlut. Það er alveg, já. Jamie Lee Curtis og Necronomicon. Já. Hvernig er ekki þetta? Jésús Kristur. Og ekki Paimon líka. Ég er mjög svektur út í sjálfum. Lou Clark. Já. Ég svektastur yfir Paimon. Af því ég elski þessa mynd. Elska þessa mynd. Ok. Hvernig fannst þetta þessar spurningum sem yfir höfuð? Sko, mér finnst það góða spurningar hér. Fannst það of erfiðar? Nei, þú veist, það voru spurningar inn á milli sem voru mjög erfiðar, sko, en það voru líka alveg, það var gott balans, sko. Já, balansi var fín. Það er bara, ég held að þetta er rosalega persónubundið. Ég er ekki rosalega góð með nöfn, til dæmis. Ok. Þú veist, þannig að, einhver sem er límheil og nöfn. Já, ég er betri ártölu nöfn líka. Já, ég er ekki góður í ártölum. Ég giska alltaf á þig. Ok. Ég held að það voru eina sem náður rétt í þessu ártölu. En sigurvegarinn, en svo vil ég líka spyrja ykkur að ég er með 6 aukarspurningar. Bara svona, það er på djóki. Ok. En sigurvegarinn er Snorri. Hversu mikill yfirbara sigurvegarinn? Hann er með 18 stig og þú Siggi með 11. Það er ekki hræðilegt. Nei, en það var ekki gott.
Þannig að- yfirburðurinn. Takk. Til hamingju, Snorri. Takk. Og þú færð þessa flottu orma. Það baða í þeim. Þeir eru svona mjög góður, sko. Ég veit þeir eru góðir. Já, ok. Ég veit þeir eru góðir. Þannig þú ætla ekki að afþakka hennan vinning, hann. Og gefa þér hann Já. til að fara með heim. Ég var alveg 50-50 hvort ég ætti að geta sjálfur og kaupa eitthvað annað. Bara gaf þú sérstu ekki örgulega. Það er ekki búið að tempera við þetta neitt. Það er ekki búið að opna þetta. Ok. Takk fyrir mig. Þetta var geggjað. Var þetta ekki smá skemmtilegt? Jú, þetta var mjög Þetta var skemmtilegt. mjög skemmtilegt. Ég er samt ennþá stressaður. Ennþá, Já, því það eru 6 spurningar eftir. keppnin er búin. Þannig að En þú getur redeema sjálfa þig ef þú nærða að svara þeim. Já, þetta er svona auka Já. spurningar. En við skulum bara taka þetta svona rólega. Já. Við þurfum ekkert að grípa í beinengilin eins og leiðis. En þetta eru 6. Viljið þið fá 3 og 3 eða ef við kannski gera það? Já, gerum það kom bara. 3 og 3. Snorri, þú vannst. Þannig að þú var fyrst svarréttin. ok. Hvað eru þetta eru aukaspurningar. Algjör aukaspurningar. Hvað eru margar konur í hópnum sem fer niður í hellana í myndinu The Descent? Þær eru 5. Ránt. Siggi? 4. Þær voru 6. Því miður. Það var einhvað Neil deGrasse sem að leikstýrði henni. Diogo Marshall. Já, þú veist að þið er búin að læra í þetta. Gott svona callbacks. Ok, Mjög gott. Siggi. Hver leikstýrði The Exorcist? Þetta er einn frægasta hryllingsmynd allra tíma. Mér finnst þetta ekki ósökjum spurning. Nei. Ég er áalveg að vita þetta. Sástu hvað ég fór í mikla vörð, þú varst samt ekki búin að segja neitt. Þú varst bara reyður. Fýblið. Snorri fór að reyna svo. Nei, mér að svara þú þessu. Spurning. Við þetta hvoru? William Friedkin heitir hann. Okay. William Friedkin. Ég held maður að segja það, Friedkin. Friedkin. Ok, Friedkin. þá er það Snorri. Og þú veist þetta öruglega ekki. Þetta er smá séns fyrir þess að redeema sjálfa það. Því ég er að spyrja hvað heitir djöfullin í Exorcist? Hvað heitir djöfullin í Exorcist? Heitir hann... Ekki Paimon. Nei, en heitir hann Mammon. Og er það upp á stjöfullin? Já. Mammon. Paimon og Mammon, þetta hljómar rosa svipa. Já. Þið er ekki með það? Siggi hristi bara hausinn. Nei. Hvað? Ég er að býta til þér. Já, ég er að býta til þér. Það er Passasu. Passasu, já. Hljómar pínur svona eins og karakter úr The Muppets eða eitthvað. Það er Sesame Street. Ok. Siggi, tilbúin. Já. Hvert er fullt nafn raðmorðingjan sem færi sál sinni yfir í tjökkibrúðuna? Come on. Þú veist þetta, Snorri? Charles Dance. Nei, Charles Dance. ekki rétt. Snorri? Hann hétt eitthvað Billy. Var það ekki? Þið horfa alveg hrylsmyndir ekki. Charles Lee Ray. Charles Lee Ray. Ég var alveg með Charles. Já, Næst að ég bara verður með eitthvað svona auðvelda spurningar. Bara eitthvað svona, hvernig finnst ykkur hvernig er þetta á litin? Bend á graskýri. Teletubby spurningar verða næst bara. Nú batna Ég þetta. til í það. ég er til í það. Ok, Snorri. Spurði mig til Peppa Pig, ég veit allt um hana. Hvað heitir personan sem Kurt Russell leikur í The Thing? Mér finnst að vita hvort að fólk sem er að hlusta á hana þátt er bara eitthvað öskra. Bara eða fokk djókast okkar. Já. Ég held að það sé mikið. Það er örugglega fullt af brotnum glösum út allan bæ núna. Já. Ég veit ekki hvort að sé þetta er hann nátt átt. Á ég bara að sleppa það að gefa hann út? Já. Það var ekki Snake Plissken eða? Nei, hann bara í escape. Það Það passi Snorra, hann veit ekki neitt. Það passi að mér. Siggi. Það passi á þetta Þú varst þú ekki að horfa? Þú varst að horfa á bara... Já. Shit, ok. Snorri, þú ert með... Nei, þetta er Siggi. Hvað er svarið? Já, ég sagði... Fáum ekki vita. Ég er svo leiður okkur, ég bara svona drýjum bara þátt af. McCready. Ok. Þú varst átt að svara hann fyrst. Já. Hvað heit personan hans Jeff Goldblum í The Fly?
ekki Siflaði sem bara, sem hún kom út. já. Hún er góð. Já. Hún eldist vel. Já, hún er ógeðsleg. Mér finnst Já. hún er svona, Hún er alveg bara... Hún er vel gerð samt. Já, og bara fríkaði mjög. með það mikið út þegar ég var lítillega, ég hef ekki hort á hann aftur. Já, ég sá hana fyrir rosalega löngu síðan. Þannig ég man ekki Ég hvað man ekki heitir, hvað en heitir. þetta er, þú veist, þetta er geggjum mynd. Ok. Það er alveg ógeðslegustu, það setur í mér þegar hann var að bræða gæjana. Já. Já. Það setur alveg svona í manni. Já. Hún er geggjum mynd og Goldblum er geðugurinn. Já. Ó, hvað hét hann? Þú með þetta svona? Nei, eða þú veist, það er einhver stærna, ég pass samt, sko. Það er eitthvað stærra ringla í hausnum. Já, Hann heitir Seth Brundle. Seth Brundle, The Brundlefly. Já. Já, Mm. já, Ég ætlaði að hafa spurninguna hvað kallaðist þess að já. flugan. Herðu, þið skýtu á okkur í aukarspurningun. Já. Og nú, Nýði drein. En ég fekk Þetta er- fiss í orma, þannig að... Þú veist fyrst í orma. Má opna þetta? Já, ekki gleyma já, og þannig að þið fengur líka báðir Já! Oreo bara, Oreo kek. Þið verða vikina, þetta er alltaf töff. Ég veit út lífið bara. Þetta er reyndar bara 40, þetta er reyndar útrunnið, en ég er að djóka með það. Þetta er fast sæl. Já, en ég ætlaði bara að skera á þetta. Þess ekki fá þér orma. Nei, ég er góður, takk samt. Ég fæ mér eitt. Það þarf að smjatta þessu í þettinum. Heyri smá í þið. Ok, en takk kærlega fyrir að taka þátt í þessu. Takk fyrir okkur, Já. það er bara leðilegt að valda Erst þú að vonbrigðum. þakka fyrir mig líka? Ekki, þú veist. Þú gerir þetta síðast líka. Takk fyrir okkur. Já, ég meina Er þetta ekki barnið? Við Takk erum- fyrir mig, eða kona þín. Já, Svona er ég bara. en þið hefur gaman að þessu. Já, það var mjög gaman. Það er mjög gaman. En þetta var líka svo erfitt því ég var að semja þetta, af því ég Já. vissi ekki hversu erfiða spurningar á ég hafa og hvað telst vera erfitt. Já. Fætti þið? Já. Þannig mér fannst alveg margar vera nokkuð sangjarnar. Mhm. Fullt af sangjunum, Ok, en takk, sorry. inn á milli alveg, þú veist, Inn á milli, þetta verið erfiðar inn á milli. Já. Jeepers verður Creepers sískinni. Og það er erfiðar spurningin. Já, Já. Var það svolítið fyrir neða belti? hún var eiginlega svona, Ég hef ekki séð hver veit það? Á- Sem á er maður- ekki á maður að nýbúin að horfa á horfa. Ég, af því ég er búin að sjá hana loft. Já. Hvað sér? Á maður að horfa á þér eða? Ég hef ekki séð. Fyrsta er alveg frábær. Hefur ekki séð neina? Mér fannst fyrsta mjög skemmtileg. Sko. Já. Og minnst þetta svona svalasti svona Hún er líka, morðingja hún er búin að horror. eldast vel, sko. Ég sé hana nokkur sinni, ég man samt aldrei hvað þau heita. Þau eru bara lið. Mér finnst það að vera ágætis karakterar. Já. Justin Long er bara Justin Long í henni. Já. En hún er alveg skemmtileg. Hún er ekki? skemmtileg, sko. Þó ég sé að segja þetta, þá þetta er bara mjög skemmtileg með, þetta er geðveikt skrýmsli. Já. Já. Alveg bara synd, sko, hvernig var með hennar leikstjóra. Já, er hann ekki dæmdur barnan? Jú, hann er dæmdur og er samt ennþá að fá einhverja pínu litla vinnu og eitthvað. Ég alveg. Já, hann er dæmdur bannaník og hann var Shit. og þetta var vitað held ég þegar minn nummer 3 var gerð. Var þetta ekki, ef ég maður rétt, var þetta ekki vitað? Ég er endur að vissi það ekki fyrir eftir á, en var það ekki vitað að hún að gera í fyrstu? Var það? Mér finnst þess að hann hefði verið handtekinn fyrir var hann ekki handtekinn bara 89 eða eitthvað, Var svo ekki það myndin þannig? út 2001 eða eitthvað. Jú, getur verið. Já, Minna ok. hafi verið þannig. En hvað finnst ykkur svoleiðis? Þegar að ég hef talað um nokkar sem komið í podcasti, Mm. ef einhver gerir eitthvað svona ógeðslegt í engalífinu versus til dæmis eitthvað listaður sem þið gera eða þú veist, finnst ykkur núna óþægilegt að horfa á Jeepers Creepers að vita þetta? Já, svona vissuleiti, sko. Ég var að hugsa þetta þessi Já. dag bara og það er eitthvað komið núna með Chris Pratt í einhverju kirkju sem að hatar samkynnitt fólk. Nei. Og hvað, hann er eitthvað að reyna að svara fyrir það eitthvað. Já. Þú veist, þá er einmitt, ok, þú veist þetta setur svolítið svona þetta setur mark á þetta alveg, sko. Já, þetta En- læt... En, Sorry. þú veist, ég held að fara eftir, þú veist, hversu alvarlegur hluturinn eru þetta, skilur, maður vill ekki styðja kannski eins og dæmdan barnanýðing eða eitthvað, þú veist. Nei, mitt. Með þetta er svolítið flókið af því að ég og Nanna vorum að tala um þetta bara daginn með Jackson. Já, Þú veist, það er allir ennþá að hlusta á Jackson. Já, Michael Jackson. Já. Já, einmitt. Þannig að, En hann var alltaf aldrei dæmdur. nei, en þú veist, Finnst þér munur á eins og honum og Viktor Salvar sem var í nokkur svona hafi verið dæmdur? Ég kannski segja eitthvað hann var dæmdur. Hann var dæmdur. Ég held hann hafi verið að Ég held að hann getur nú langt flestir verið sammála því að
Michael Jackson var að gera eitthvað vel shady við þessa krakka. Kíló trúir þið ekki. Hann sagði að það kom til mín. Hver? Kíló, rappar. Já. Já, ég bara ekki sammála. Nei. En þú veist, það er ekkert eina dæmið. Ég meina eins og Kevin Spacey, hann er creepy, en ég veit það ekki. Þú veist, það er rosa erfitt einhvern veginn bara að má þetta í burtu. Allt þetta góðastöf á ég aldrei að horfa Usual Suspects aftur. Já. Eða Seven. Já, En nákvæmlega. með svo mikið af þessu, sko. Það er svo, þú veist, Roman Polanski Já. og hana Cosby, eitthvað. Kannski ekki mikið Já, Cosby-dóti sem var endilega að fara eitthvað Horfa á það núna. horfa á aftur. Er það ekki svolítið þannig? Ég held samt sko að ef að Kevin Spacey myndi leiki minn núna, þá myndi ég örugglega ekkert horfa á hann. Nei, ég skil hvað Ég held að maður seti svolítið svona... En þar var þetta nefnilega svo alveg líka, bara, og þú veist, alveg bara hard facts, Já, skilur. Já, mér finnst það mjög áhugavert af því að ég skil alveg báðarlegar. Ég skil alveg að fólk er bara, veist það, ég meik ekki að, mér finnst það bara ógeð, ég meik ekki að horfa á þessar myndir. Já. Ég skil það alveg. En ég skil líka alveg, eins og ég er kannski meira þeim megin að ég get svolítið svona köttað á þetta. Já. Hort bara á American Beauty eða Já. Seven. Já, Og þá er ég rauninni að því að mér finnst ég ekki að vera að horfa á Kevin Spacey, ég er að horfa á karakterin sem hann er að leika. já. Já. Mér finnst það ekki einhvern veginn alveg að sama. Það er þessum sem þetta áhugavert. Mér finnst alveg gana að spyrja fólk út í þetta, hvort það hafa áhrif á þeim. Það hefur þau áhrif að maður hugsa þetta. Já. Þú veist, maður Já. hugsa þetta og ég myndi forðast eins og ég segi að styðja við þessa mannesku fram á við, Já, ég er sammálaður. þú veist. Ef það kemur ný Kevin Spacey mynd, eins og þú talar Já, þá myndir þú ekki tjekka á henni. nei, Ég hugsa ísins það er mitt líka. Já. Ég hef ekkert áhuga að tjekka á því. nei, það maður er einhvern veginn svona bara, ég er ekkert spenntið fyrir hvað hann er að gera í dag, Nei. en katalógurinn sem að stendur á bakvið hann er það góður og minningarna mínar og tilfinningatengsli við þennan katalóg Já. er ekki tainted af þessu, en ég skil ef að það gerist hjá fólki. En svo er líka annað. Að því að ef við tökum bara Seven til dæmis, að það er Kevin Spacey leikur henni. David Fincher er ekki búin að gera þetta á sér. Ef að refsa honum með því að horfa ekki á Seven, skiljið hvað við? Já, Að því að Kevin Spacey gerði henni Gate. Já, Að því að gera eitthvað svona bíómynd er svo mikið Já. samstarfsverkefni. Já. Ef við þá að refsa öllum hinum líka, fattið þið? já, nákvæmlega. Nei, Þessin er það bara rökaritt að skilur það fram á veginn, Já, þú veist. já. Bara þeir sem ákveða að vinna með honum í dag. Að refsa þeim, í rauninni, Já. 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 Ég er meira sammála því, Já. sko. En síðan ertu með, þú veist, eins og mann eins og Weinstein, skilur, sem er svona bara, þú veist, peningaafl og eitthvað svona þannig, þú veist, hvernig, þú veist, á maður að fara að taka bara allan, hvað Miramax katalógin bara, Já. nei, horfi aldrei á aftur á Miramax mynd, skilur, þú veist, Mér finnst það pínuskriti. Já. Mér finnst það bara pínuskriti. en myndir sko sem hann væri að framleiða héðan í frá, þá er maður aðeins að pæla í þessu, Já. en samt sem aður, þú veist, ef þú leigir myndina á iTunes eða eitthvað, þá er hann nörgulega að fá pening. Já, en líka aðrir sem Já. gerðu eftirfarandi mynd. Já, Já, Fattið þið? þetta er bara rosalega erfitt, sko, held ég. Já. Þetta er tricky. Já, og en það er áhugavert að pæla í þessu. Já, mér finnst það. Af því að þá ertu rauninni með einhvern einstakling sem gerir eitthvað ógeð Já. versus, eins og í þessu dæmi er þetta leikarar, já, þar sem þeir að leika karaktera. Já. Og líka bara það, ég fór svolítið að hugsa út í þetta að því sem þetta, ok, ég vil ekki styðja Kevin Spacey með því að horfa á Seven. En þá ertu ekki heldur að styðja David Nei. Fincher. Nei, Já. nákvæmlega. Eða Brad Pitt, Já. eða Morgan Freeman. Ég minna út með Hollywoodmynd sem er, þú veist, production upp á okkur miljardar íslenskra króna, skilur við, og þú veist, mörg hundruð eða þúsundir manna að vinna að myndinni. Já. Þá er þetta, þú veist, ég skil alveg hvert þú ert að fara, sko. Já. Eða þú veist maður, mér finnst bara áhugavert. Hvað dreifum maður línuna? Já. En ég ætla líka að spyrja ykkur, þegar við tala um hryllismyndir, að því nú er að koma Halloween. Þú veist, Halloween er kannski ekki stórt hér eins og í Bandaríkjunum, en það er svona aðeins að stekka. Fólk er að fara okkur svona grímuböll og eitthvað. Akkurat. En eru þið með eitthvað svona hefð? Eru þið eitthvað að horfa á hryllismyndir á þessu tíma eða? Já, ég er miklu meira svona spenntur fyrir að horfa á hryllismyndir Á Halloween? á Halloween. Ég er ekki með einhverju uppáhaldshryllismynd, en maður leitar þangað, það er bara eitthvað svona... Bara, það er pínu stemming. Já, maður er svo influensar af Bandaríkjunum líka, þannig að maður fylgir svolítið sveiflum það, sko. Já. Maður gerir það. En síðan er þetta líka bara árstíðin, veist, þú veist, það er myrkri úti Já. og þú veist, kuldin er kominn og Já, bara svolítið kósi að vera bara heim og horfa á eina skeri. Já, algjörlega. En ég horfi reyndar ofta á Hókus Pókus. Mér finnst það skemmtilega. Já, ég horfi ofta og það er Kolbrún, kona mín, elskar hana líka svo að ég horfi, ef það ætti að vera einn svona Halloween mynd sem ég horfi ofta á, þá var það hún, sko. Svo er önnur Halloween mynd
sem við veist Hókus Pókus mjög skemmtileg. Ég heldur alltaf að gera 2. Já, ok. Ég held með þess að þeir væri að byrja á henni ef að COVID ekki komið. Já, það er bara að fara að detta inn líka núna bara... Hann Hathaway. Já, morgun eða eitthvað, Witches. Já, ég er alveg til að sjá hana. Ég er alveg til að sjá hana líka, sko. Sagan er náttúrulega aðeinsleg og gamla myndin er aðeinsleg. Angelica Houston er alveg rosaleg í þeirri mynd, sko. Mér langar svona að sjá hana aftur, af því að ég maður þegar ég sá hana ég var yngri. Þetta situr ennþá í mér ógeðslega norna lúkki á henni. Já. Mér fannst alveg skeri. Ég galdi það. Stóra nefið og... Já, hún var eitthvað svona, svo mikið off við hana einhvern veginn. Já, ég er alveg til að sjá nýju með Anne Hathaway. Já, það er hún ekki bara, þú veist, hún er bara dett inn bara núna, eða þú veist, þegar þátturinn er komin, þá ætti hún að vera komin á streymisveitur. Ég held að sé bara dett inn bara núna föstudaginn eða eitthvað, ef hún er ekki komin. Eða þess að hún er komin þegar við gefum út þáttinn. Já, ég er að segja það. Já, ég er mitt í svona samlöku, mér skal hann að horfa okkur hryllismynd. Það er Halloween er. Ég horfði á Ghost Ship í gær. Ég horfði á hana nýlega líka. Jésus, hvað er convoluted plottið í henni. Já, en ég skil ekki svona, þú veist, mér finnst hún bara skemmtileg. Ég skil ekki ekkur hún er 16%, skilur við, hún er skemmtileg. Mér finnst hún ekki leynileg. Ég held að það sé endirinn, af því þegar endirinn kemur og það er allt svona, þú veist, hann er djöfullinn. Nei, veitu, hvað var hann? Já, hann var að sækja sáli. Eitthvað svona Death Reaper, eitthvað eða döðin. Hann var þarna djöfull, eða þú veist, einhver sál sem hafði verið dæmdur til þess að gera þetta, skilur, að sækja sálir, fara með þetta helvis. Og það var eitthvað svo, hann er vondur og það var eitthvað rock tónlist undir og með eitthvað svona Disturbed. Já, þetta var svo, og svo lappar hann, sko, það verið að leggja hana inn í einhverja sjúkrabíl eða eitthvað, að vera að keyra hana í burtu Julian Margulies og það kemur hann lappandi niður. Nei, hann lappar upp og eftir. Lappar upp, og hann horfir svona á hana. Það var svo hallarslegt. Mér finnst það ógeðslega líka, ég man alltaf eftir, ef ég hugsa Ghost Ship, það tvennt ég hugsa það er þetta moment í lokin. Ég myndi það með, þannig að vera eitthvað svona djöfull eða eitthvað safnaði með sálum. Ég man alltaf til því. Svo man ég alltaf til byrjunadurinn. Já, gott byrjunadurinn. Það er alveg gott. Þegar fullt af fólki drefst af svona vír sem fer í gegnum ég fílaði það. Það var mjög, það er alveg brútalt dót í þessari mynd. Og það atriði er líka bara fínt ennþá, fyrir utan að þú veist þegar þarna kaftinn dettur í sundur, það er svolítið svona CGI fail þegar hausinu honum dettur í sundur. En annars er það ógeðslega flott ennþá bara. Já, það var skemmtilegt. En ég sakna pínu. Hvað hétt það? Dark Castle? Já, það var skemmtilegt, þú voru alltaf að gera eitthvað svona pínu cheesy. Já, en það er skemmtilega myndir. Og alveg, þær voru alveg ógeðslega með þessum tíma, sko. Já, hvað voru þið með þess? 13 Ghosts? House Not Till. Það var fyrsta sem ég gerði, minnum alveg örgulega. 13 Ghosts. Það var fyrsta sinn sem maður sá svona þetta trikk sem var síðan svo mikið gimmick. Drauganir hreyfa svona hratt. Mér fannst það alveg ógeðslegt. Það var ógeðslegt þá, sko. Svo var það í öllu myndum og það var bara búin hallæslegt. En þú veist, þeir voru að reyna að endurvekja svolítið eins og Hammer-myndin voru gamla dagar. Þeir voru basically bara endurgera það. Það voru tjörn út, skilur, svona klassískum draugamyndum og horrormyndum. Já, ég saknaði þess. Hvað var dó fyrirtæki bara? Sko, ég man það ekki alveg, en þeir gera House of Wax, minnum mig líka. Já, með Paris Hilton. Já, hún var enda sko að þessu allur myndum, eins og Ghost Ship, ég myndi fyrir að horfa á hann 10 sem heldur en House of Wax. Hún var léleg. En svo finnst mér einhvern veginn eins og það hefði farið út í, fóruður ekki aðeins út í eitthvað annað en bara svona horror. Hvað er það? Hvort það er gert 1 eða 2. Já, ok. Ég er að hugsa eina mynd núna, ég ætla að tjekka ekki heim, ég er ekki alveg viss með það. Munið þetta mynd sem heitir Whiteout með Kate Beckinsale. Ég fílaði hann allt í lagi. En það var ekki hryllingsmynd. Nei, það var bara svona thriller. Minnir að Dark Castle hafi gert það. Mér finnst hún allt í lagi. Var það? Já, ég fíla alltaf eitthvað svona. Já, eitthvað snjódæmi og fasturaukstar. Já, ég er enda alveg sammálaður. Ég þarf kannski að gefa hann annars séns. Já, þú veist, þetta er ekki frábærmynd. Nei. Þetta var alveg kúl og þetta er skemmtilegt. Út á svo kalt að þau þurft að drífa sig, skilja og komast á milli staða og einhver morðingi þannig að allir farnir nema hún og einhver morðingi, eitthvað örfótt lið. Ég ætla að sýna Guðni hana. Þetta getur svona myndir í Guðni. Þetta var svona spennumynd. Var þetta ekki meira svona thriller heldur en horror? Jú, þetta var bara thriller. Það var ekkert horror við henni. Þetta var bara svona who done it. Svolítið þannig, sko. En ég saknaði svolítið í dag, af því þessar myndir það voru ekkert merkilegar. Nei. Það var samt alveg fín gaman. Já, þetta var gaman að fara í bíó. Algjörlega, þetta voru alltaf Halloween myndir, eða ekki, það var gefið út á þessum tíma, eða ekki? Mér minni það alveg öruglega, svona í kringum október. En er ekki sjónvarpið svolítið að taka þetta núna, og komið með eins og Haunting of Hill House og Haunting of Bly Manor?
þið búin að horfa á það? Mér finnst það gott, sko. Jésús, ég kláraði fyrst þáttinn. Já, Blæmannar. Þetta var svo leðilegt. Mér finnst Blæmannar geðveikt, sko. Ég kláraði þetta, þú veist, besta við sem þetta gæðin sem að leika kokkin. Mér finnst það bara skemmtilegur. Já, hann er úr skemmtilegur. Ég vil sjá hann að leikara leika einhverju meira, en mér finnst þetta ekki góð sería því miður. Já, ég veit ekki, ég fíla þetta bara. Eða það? Já. Ég held til degið fyrst þáttinn. Mér finnst fyrsta serían, þú veist, þetta er svona anthology seríu, sko, en mér finnst fyrsta serían betri. Já, hún er miklu betri. Horfður á hana? Mér finnst hún frábær fyrir utan endan. Já, þegar þetta breyst í sábópur, eftir svona já, þú veist, þetta tók, og maður fór að lesa, sko, þetta, að þá ætluður að hafa, skilur, annan enda, þú veist, þetta var svona vondan enda, áttur gerði það en sem bara, tjekkunni á því, sko. Já, bara Jesús, endirinn bara skemmti rosalega mikið af þessu fyrir mér. Hann skemmti það mikið að mig langar eiginlega ekki að horfa á þetta aftur. Ég myndi aldrei hana, og mér fannst þetta geðveikt. Þú veist, ég var þátturinn sem gerist á útfaraheimilinu, sem er í svona mörgum löngum tökum. Ég satt heima og ég var bara, þetta er geðveikt. Ég elski þetta. Þetta er bara snilld. Ég fílaði, mér minna að vera fyrstu 3 þættir, sem voru heldur góður. Það var 1 þáttur með... Á fyrsta handingin? Já, fyrsta. Ég get ekki þetta Blæmannar dót. Ertu bara búin með 1 þátt? Ég var 1 þátt og við fórum kannski 10 mínútur þátt 2 og ég var bara eitthvað, og ég var Guðrún bara sammála. Guðrún var bara eitthvað djúlda leðilegt. Það gerist líka. Gerist ekki raskat í þessu. Nei, það gerist ekki neitt yfir. Og mér finnst ég búin að sjá þetta miljónsunum. Betur gert annars staðar. Þetta er eiginlega, þetta er meira svona drama, svona gothic svona drama, skilur við, frekar en, þú veist, einhver horror beint, sko. Hvernig var þetta Crimson Peak? Já, hún var eitthvað ekki góð, sko. Hræðileg. Mér finnst það bara svipa. Hundleiðilegt. Ekkert skeri. Ég var að búast til meiru af henni, sko. Þegar hún kom, auðvitað. Besta svona horrordótt, sé man eftir í sjónvarpi. Það er ekki fullkomið. Úf, ég sammálaði, ég veit hvað það bara að segja. Það er ekki fullkomið, en mér finnst það spennandi. Og þetta var svolítið cool það sem voru að gera. Og það er Channel Zero. Já, það er líka alltaf svo ógeðslegt. Já, þetta var þannig eitthvað svona smá svona uník. Besta serían af því fannst mér vera með ímynduðu vinuna. Sería 3. En þið hafði ekki séð þarna dönsku þættina, Kingdom, þarna... Gömlu? Já, gömlu. Það er svona 3. Já. Ég sá þá... Ég veit ekki hvað er. Þegar ég var bara lítill, skilur, hefði ekkert átt að vera að horfa á þetta, en ég man ekkert eftir þessu. Þeir eru nefnilega góður, sko. Það eru bara þættir sem að Lars von Trier gerði, sem að gerist á sjúkrahúsi og eru svona supernatural. Þeir eru mjög góður, sko. Er þetta eitthvað svona stand-alone sería eða er marga seríur þetta? Þetta er 1 sería held ég og síðan átt að gera meira og síðan kom myndið? Já, það kom eitthvað svona auka, þú veist, til þess að reyka eitthvað endan út á eitthvað, minnum mig. En sást þú Channel Zero? Nei, ég hef ekki séð. Ég man nú tjekkir á þeim. Já, algjörlega. Þeir ná kannski ekki alveg svona lendingunni. Já, en þeir eru bara, þeir eru eins og þeir eru öðruvísi. Já, þeir eru að reyna. Bara, ég var mjög ánægður, eins og ég segi, aftur með hana ímyndaði vina-seríuna. Það sem að gæðin kemur út hurðina. Nei, það er 4. Það er 4. Það er síðasta sería. Við gerðum bara 4, sko. Já, mér var svona geðvik. Já, það er alveg dót í þessu stóti. Það er dót í þessu stóti. Það er dót í þessum státtum. Já. Sem að þeir fyrstu ekki hafa séð áður. Já, ok. Og það er bara stundur svona visual dót sem er bara svona óþægilegt. Já. Og það er ótrúlega hvað að ná að gera það. Að því maður er búin að sjá miljón hryllingsmyndir og þætti og eitthvað. Já. En ég var bara svona impressed, ég hugsaði með mér, vá, ég elska það að þeir sé að reyna. Já. Og þetta eru stand-alone seríur. Þannig að þessar 4 tengjasturinn ekkert. Já. Ég mælum að tjekkja á þeim. Ég skil ekki eitthvað svo að cancela. Ég skil ekki heldur. Mér finnst þetta hefði alla burði til að halda áfram bara. Já. Af því að þú núllstillir alltaf, hvort þið skilur meira segja ekki einu sinni með sömu leikurum, það er alltaf nýtt, þetta er bara nýtt með hverri seríunni og þetta er svo fríki og þetta er svo bara hugmyndaflugið, þetta er svo geðvægt. En hvað finnst ykkur eins og þannig sem er standalót seríu, þú veist, American Horror? Þetta var rusl. Fyrsta var geggjuð. Fyrsta var nefnilega geggjuð. Svo gera þér 10 seríur af drasli. Allt sem kom út frá fyrstu er lélegt. Já, sko, ég horfði á fyrstu, hún var gegg, ég hætti eftir 2 þætti með hana karnival eða sirkustótið, sömulegis með Armageddon, eða þú veist, Já, við reyndum að gefa sér séns þegar það byrjaði, við horfum okkur 2 eða 3 þætti. En er engin önnur seríu af þessu, þetta hvað er komin 7 seríur af þessu eða eitthvað? Ég held að áhorfanlegasta dótið sé Nornadótið fyrir utan fyrstu. 3. sería. Já.
Já, ég er ekki búin að sjá það heldur. Var Emma Roberts í henni? Já. Ég fíla hana. Kathy Bates. Þannig að ég klára hann samt ekki. Nei, ég kláraði hann ekki heldur, en hún var, þú veist, það var bara betri hlutir í sjónvarpinu til að horfa á. Já. En, þú veist, í neyð get ég mögulega klárað hana. Er þið búin að tjekka á Ratchet? Nei, Nei, ég ætla að fara að byrja á þessum daginn, en þannig horfði ég á Gossip í staðinn. Það er skemmtilega. Já, ok. Já, er það ekki, ég held að þetta væri bara... Já, ég horfði að fyrsta, þetta er eitthvað svona... Ég var að lesa einhver review að þetta væri svo mikið, þú veist, ótengt og of mikið eitthvað supernatural, skilur við, með að við hvernig myndin síðan, sko, Ratchet, þú veist, þetta sé svo skrítið, einhvern veginn. Þetta var ekkert skilt myndina. Já. Að ég horfði síðan á, eftir ég horfði bara, ég kláraði ekki Ratchet, ég horfði fyrst á þau bara. Já. Og visuáli fannst mér geta töff. Það er svo svaka litir í þessu og pínu töff stílaðum. Er þetta ekki niptökkaðin? Nei. Er það ekki? Glíni og niptök, var það ekki sama? Gerða hann niptök líka? Ryan Murphy? Ég held það. Veist ég maður? Jú, herðu, hann gerða niptök. Já. Hilsi rétt sér. Já. Þetta er sá gæi. Og líka American Horror Story. Já. Mér varst alveg töff. En mér fannst samt eitthvað svona, eitthvað svo tilgerlegt við þetta. Og mér fannst bara ekkert sérstaklega leikið og þetta var ekki alveg að gripa mig. Nei. Þannig að ég get ekki að ég mæli með þessu. En ég ætlaði líka að spura þig út í eitt. Svo tala um horror. Já. Því ég held að þú var að fara lengra Snorri. Supernatural. Sástu þetta allt eða? Ég er ekki búin að sjá síðustu seríu, sko. Ertu búin að sjá allt annað? Já. En var þetta ekki orðið sem ekki drast? Það er 18 seríur? Jú, þetta kom. Er þetta ekki seríu að 20 sem er í gangi? Þetta er bara, svo, sko, Kolbrún konum minn að horfa á IR eða eitthvað, skilju. Ég veit ekki, ég fíla karakterina eða bara gaman að hanga með þessum gæjum. Já, bara þannig og þetta er náttúrulega að koma út í algjört djöfuskjaftaði og stundum er maður bara eitthvað, hvað minn almáttugur, en ég fyrir alltaf aftur í þetta, minnst það bara skemmtilegt. Fyrir utan að, þú veist, fyrstu 2 seríurnar þar sem að voru meira svona standalone þáttum, sko, áður en þeir reynda að fara að vera að gera eitthvað, tengja þetta allt saman, það voru miklu skemmtilegir, sko. Ég meina, fyrst, þegar hann heitir Eric Kripke sem gerði þetta, og hann var sjórunni fyrstu 5 seríurnar, þær voru geggjaðar. Svo hætti hann, þá hefði bara þetta hætta. Af því allt eftir það var rosa þunnt. En svo fór hann alltaf að gera Boys. Geðvikir. Þeir eru geðvikir. Jensen Ackles, sem leikur náttúrulega í Supernatural, hann er að koma í seríu 3 í Boys. Nei! Leikur Karin sem á að vera svona Captain America-gur. Soldier Boy. Nei, í alvörunni. Hann er partur af liði sem var til á undan The Seven, sem heit Payback. Það var svona meðlemur í eitthvað svona grúppu. Já, ok. Ég líka. Ég til að sjá hann eitthvað sem er bannana 16. Hlusta hann blóta og eitthvað. Ég er alveg til í það. Svo Jared Padalecki, hinvinniðinn. Já, er hann ekki bara að fara að leika ykkur fleiri jólamyndum eða eitthvað? Var hann ykkur svoleiðis? Já, eitthvað, það var ykkur svona jóladóti, já. Hann er að fara að leika í Walker, Texas Ranger. Nei. Er hann Walker? Já, ég held að. Ætlar hann að skeggja það? Ég veit ekki, hann er svo sætur. Já. Hann er samt aðeins svalar með heldur. Sérst eins og ég follow hann aðeins á Instagram. Hann er náttúrulega alltaf greitt í píku svona eitthvað þáttunum eitthvað, þetta er ekki gott lúk. Nei, hann líka, ég get sagt eitthvað það. Mér finnst það að vera, mér finnst það böggandi útlitaðars í þáttunum. Já. En þetta er alveg flott ykkur. Og þessi leikur sem er alltaf, þú veist, hann er bara þetta er ekkert góður leikari. Ég held að Jensen Ackles er til þess að tölvöld betur leikari. Það verður spennandi að sjá hann í Boys. Þú ert væntanlega að horfa á það. Já, algjörlega, það er drillt. Djöfull eru þeir góðir maður. Kannski ekki alveg horror, en nei, fucking R-rated. R-rated. En hvað við förum aftur aðeins í horrorunni, sko, þarna, ég fílaði óslega vel þarna Penny Dreadful, þarna seríuna. Horfðu þér á seinni seríuna? Ég horfði, þú veist, fyrsta seríuna var alltaf geðveik, sko, seinni seríuna var, og síðan náttúrulega var þetta eiginlega cancelað bara. Já, svo var ekki einhver sem að City of Angels stóttu. Það kom náttúrulega einhver spin-off-seríu eða eitthvað, það ekki? Ég datt út úr fyrstu seríu, ég kláraði henni. Mér fannst þetta nefnilega, það geðvægt. En það, á maður að gefa sann í séns? Ég fílaði Josh Hartnett í þessu. Já, hann góður í þessu, algjörlega. Já. Ég það kannski gefa sann í séns. Hún að leikun, hvað heitir hún? Já, Grín. Kærasta mín. Já, hún er geðveik. Hún er svöl. Hún er ógeðslega flott í þessu. Ég er bara að koma henni inn í alla podcast þar sem ég tekið. Já, það. Nanna gerir svo mikið grín að mér. Ó, þú ert svo skotin yfir Grín. Ég sagði bara, já,
og hvað með það? En mér finnst það skemmtilega leikuna. Já, hún er nefnilega frábær, sko. En ég bara ég hef ekki eins og klára fyrstu. Sama hér, ég horfði á 4-5 þætti. Ég man þig hvernig ég hætti. Ég var pirraður út af Frankenstein að fara að vinna í einhverju leikhúsi. Já. Þá var ég bara, hvað kjaftaði þetta og ég datt út. Það var það sem gerðist. Alveg rétt. Hann var eitthvað að reyna að læra að gráta eða eitthvað og ægir mann ekki. Sko ég hef kannski bara herra tolerance fyrir kjaftaði. Fyrir lélugdóti. Já, fyrir lélugdóti. Það sem ég horfði á 17 seríur og Supernatural. Það er rosa, ég held að það voru lungu hættur. Nei. Það er líka 20 okkar þættir í hverju seríu, sko. Já, ég horfði á þetta allt með þér. Það er rosalega. Og allt aukaefni. Já, og podcastið og sem skrifa ég líka fanfiction. En þú veist að þetta er síðast, þeir eru bara slútt þessu bara alveg. Já, hvað heldur ég viti það ekki? Ég er búin að horfa á 17 Já, ég veit að hvernig læt í svefn, bara fleiri nætur í röð. Hvernig læt ég? En mér finnst skemmtilegast þegar koma með eitthvað svona ruglþætti inn á milli, sko. Það er langskemmtilegast þegar. En málið er þú getur ekkert haldið sjónvarpsseríu gangandi í 20 seríur og haldið upp eitthvað gæða standard. Það er ekkert hægt. Nei, mér þetta fer upp og niður, við það, skilju. Já, en ertu svona ennþá að sjá bara eitthvað að þetta er geðveikur þáttur? Nei, þetta er eiginlega meira eins og að vera að sitja heima á nærbúsunum með seríus í skál og kveikja Friends, skilju. Já, ég var að fara að koma með þessa samlíkingu. Þetta er bara eins og vera með Friends í gangi. Já, þetta er bara, þú veist. Þetta er bara að hanga með vinnu sinni. Það skilur ekkert eftir sig, sko. Nei. Það er ekkert eitthvað bara eitthvað já, þessi þáttur, þú veist. Ég þarf að fletta þessu upp. Castiel, Nei. Bobby, maður. Er hann ennþá? Er hann þá lifandi? Nei. Er hann ekki löngu döður? Já, ég er að fara að spoila það. Ó nei, ég ætla að spoila Supernatural seríu 12. Það kom sko náttúrulega annar Bobby úr öðrum heim. Þú ert að grínast? Nei. Var það komið eitthvað svona önnu vít og eitthvað? Já. Jésús, líka þeir þurfa náttúrulega bara að fara á botnin og skrapa þar upp eitthvað efni. Var Wonder Bobby. Wonder Bobby. Nei, Shit. já, það kom annar Bobby. En þá er ég að spyrja hvernig ég eitt. Það er ekki beint horror, samt svona smá. Það er að koma ný sería af Dexter. Já, ég heyrði að þessu. Svona stökserja. Já, 10 þættir sem var búið. Af hverju? Hvað líst ykkur það? Það er mér drullu sama hvað hann er að gera í dag. Hann fór að vera einhver skóaröksmaður. Rólur að reiður. Ég sé ekki tilgangin. Já, bara algjörlega. Það var ekkert sem ég er eitthvað. Hvað ætli Dexter sé að gera í dag? Höggu eitthvað tré. Já, höggu eitthvað tré. En ég verð samt að, ok, þið ætlum alltaf ekki að horfa á þetta. Jú, ég horfði þetta á þetta. Ég bara á ekki vona á neinu. Ég á vona að horfa á fyrsta þáttinn og verður bara, ok. Já, ég nefnilega, þegar ég heyri þetta, var fyrst bara eitthvað, oh my god, hvað er það á að mjólka þetta alveg út í gegn. En það var svo ömuleg síðasta serían af Dexter, og þetta var svo glataðar endir. En ég er alveg, þetta getur ekki verra. Ég er alveg til að gefa séns. En ég meina, hvað er 10 ár síðan? Ég ætla ekki að nálgast það. Það er langt síðan þetta kláraðist. Já. Þú veist, ef það hefði verið 2 eða 3 ár eða eitthvað, fólk hefði verið bara, já, Dexter, meira Dexter. Er einhver fanbase sem bara já. Það er alltaf maður. Það er til eitthvað fanfiction af því til dæmis. Hann með sýstu sinu og eitthvað CV-spell og eitthvað. Ok. En hvað finnst... Hvar myndi maður finna þannig? Googla það. En eins og með svona þegar það er að reviva, endur lífga gamla þætti. Hvað finnst ykkur það? Já, það fer bara eftir hver er að gera það, þú veist. Þau gera X-Files. Já, það endaði líka ekki vel. Hræðilegt. Það er bara, track recordið er ekki gott. Nei. Þú veist, af hverju þú fangar ekki aftur sömu töfrana. Þú veist, ég skil að þessi að vera að reviva þætti og segjum bara, þú veist, ekki gott dæmi reyndar þegar Arrested Development var seinni seasonur ekki góð. En ég skil það. Það er á einhverju rás, því er cancelað, það heyrist í fólki, Brooklyn Nine-Nine, gott dæmi. Þú veist. Það er einhver sem að bjarga þáttunum. Þá kannski í millitíðinni líður 1 ár eða 2 ár, svo kemur næsta season. Þú veist, mér finnst það eðlilegra, þú veist, þetta er ennþá í flæði. En það er allir fokkin búnir með hitt, búin að pakka saman, þú veist, sópa gólfin, þetta er, þú veist, það er búið skellil á, svo þetta er búið. Þú veist, svo bara áfæra að rífa þetta aftur í gang, það er einhvern veginn bara, það hefur ekki gefið sér vel. Nei, ég er svo smálega samanlega, sko. Þú veist, það er fullt af nostalgíu, ég var geðveikt spenntur svo Mulder og Scully aftur, svo er ég bara, þetta er náttúrulega bara lenskar svolítið núna, að grípa þessu hluti sem voru, vinsælegir 90s og reyna bara út af því að
demografían orðin hana 30 árum eldri og á peninga, skilur og vill mögulega borga sér til að sjá þetta, skilur gamla dótið sitt já. Það enda rétt en svona í lokin, fyrir maður slútsum bara einhver svona hryllismynd eða eitthvað sem eitthvað dettur í hug sem mæli með að fólk tjekka á fyrir Halloween ég heit alltaf með mynd sem ég ekki tjekka á She Dies Tomorrow hvað er það? þannig að trailerinn leit ógeðslega vel út She Dies Tomorrow? Já, kona sem að vaknar og er handviss hún sé að fara að deyja daginn eftir og bara handviss það og þessi hugsunargangur er smitandi þannig að þú veist ég kemur og hitti ykkur, spjalla við ykkur þið farið heim og ég er bara að deyja morgun og trailerinn bara seldi þetta eins og þetta væri svona gett svona dredd og þú veist bara hvað fokkin gerist á morgun gerist ekki neitt í þessar mynd leiðilegast mynd sem ég séð, ég slökkt á henni það er endilega að tjekkja á henni ég þurfti bara því að hún er hryllingsmynd hún er, skilur, það er bara trailerinn lukkaði eins og þetta væri eitthvað, bara ég ætla að bjarga bara þeim sem að er að hugsa að sjá þessa mynd hún glutuð góð hryllingsmynd horfið á Hereditary það er besta sem ég geti hort á brjálumynd já, ég er bara, hún fær öll mín meðmæli samt að þau tölum Descent hún er líka geðveik hún er gegg, það er upp á hryllingsmyndi mín það er mjög eftirminnilegt fyrir mig þegar ég sá hann í fyrsta sinn þú sýndir mér hana og þú lesst mér koma heimtíðin í Neðstabergi þegar við vorum bara unglingar í kjallaranum og þú lesst mér setja í Lazyboynum og setti mig alveg fyrir framan sjónvarpið svo sast þú fyrir aftan í sófa þannig ég var bara einn í myrkri með þetta stóra sjónvarp fyrir framan mig og heimabíóið og ég var skítræddur líka þú varst í kjallar, þetta var næstu eins og hellir já, og ég vissi ekkert hvað ég var að fara að horfa á þú veist bara nú var það þannig? Já, þú veist, ég vissi ég var að fara að horfa á hryllingsmynd og eitthvað en þetta var svona einhvern veginn var mér búið að takast að veit ekki hvað, skilur, ég var ekkert búin að googla hana og ég var einhvern veginn bara búin að ekki horfa á trailer, þannig að ég kom alveg ferskur inn í hana og þú settir mér alveg einan bara í eitthvað tóm að horfa þetta svo byrjaði að hann að koma hún er ógeðslega góð hún er rosalega góð já, mér finnst hún geggjuð mér finnst líka, ég held samt þú sett ekki alveg sammála mér mér finnst Creep ég veit að þú horfir aftur á hana því að fannst hún ekki eins góð já, ég var ekki mér finnst það samt skemmtileg það er að fá þess að vita af henni já, hún er ég get alveg mælt með að fólk kíkja á hana já, mér finnst hann bara svo eftirminnur já, hann er fucking creepy hann er það nefnilega og jú, kannski svona heildarmyndin er ekkert sérstök en það er eitthvað þarna eins og Channel Zero, það er eitthvað þarna þannig að þetta heitir Creep en þetta er ekki myndi sem á Netflix nei, hún er svona góð hún er alltaf lagi, en það er alltaf þessu mynd þannig að ég mæli með að fólk tjekka henni Siggi, meðmæli ekki taka eina gamla og eina nýlega hvað er með það? Old Priest og Young Priest það er ekki málið allan og ég var bara að það eitthvað mynd erum við ekki að tala Exorcist jú, reyndar allan sem þið vitið ekkert nei, þú er ekki náðu að svara þessu spil það verður að vera payback hvað er með það? þarna sko, gömul og klassísk draugmynd sem þú ert öruglega eftir að ég er alltaf að tala með henni, ég man ekki hvort þú hafði verið búin að sjá hana síðan, Changeling ég er búin að sjá hana? Já, með George Scott þegar, sko, fólk eru náttúrulega að horfa á hana, hún er frá 78, 79 eða eitthvað hún er 70 eitthvað held ég já, en það er bara svo mikil fílingur í henni, skilur hún er svona klassísk draugasa hún er ógeðslega næs og kom mér mikið óvart þegar ég horfði á hana fyrst sinn og séðan svona nýrri mynd sem ég fannst skemmtilega, ég veit ekki hvað þið er eftir að segja við þessu, sko, þannig að Autopsy of Jane Doe hún er mjög góð svo ef fólk er ekki búin að sjá hana hún kannski fór undir radarinn hjá ekki alveg svona horror fans en kannski hjá mörgum góð meðmæli já, það er mjög fín mynd, hún var á Netflix síðast þegar ég vissi ég hefði að segja ennþá á Netflix okay. hún er spennandi, sko ég þarf að tjekka henni bara aftur hún er frábær hún er bara helviti góð ég er búin að sjá hana oftar eins og já, ég er búin að sjá hana 2 svar hún nefnilega, ég vissi ekki, þetta er eina af þessum myndum ég fór inn í hana, ég vissi ekkert um hana ég var bara búin að sjá coverið og sjá hvaða leikara voru í og þá bara, já, tjekka á þessum bara já, mér finnst hún bara virkilega góð ég mitt náði að
forðast eða allt hana. Já. Bara þökks í einhverju kvikmyndasíðunni sem að sagði bara því minna sem þú veist þessa myndi betra. Bara, ég ger eins. Já, hún góð, sjáð hana og ég bara, skrifaði hjá mér. Já. Ég keypti hana. Frá Blendby. Minnum lögreglega. Á iTunes. Mér fannst hún geggjuð. Hvort ég hefði síðan með þess að fyrst sinn hjá þér. Það getur vel verið. Getur þið sýnt hérna? Já, það getur vel verið. Hún er spennandi, scary. Skemmtileg hugmynd. Já, mjög cool hugmynd. Já, hugmyndin nefnilega. Já, þeir líka mjög góður inni. Já. Herra, ekki bara slútt þessu? Jú, geggjað. Sem bara gleðilega hrekkjavöku. Þið með ekki eiga hérna nornapottu minn. Nei. Eða beinigritina. En við fengum þessar þrusu gjafir. Þetta eru frábæra gjafir hérna. Svo er hérna karmelur í þessu. Ég búið með þessu. Þetta er svona trick or treat. Ekki taka mitt Oreo, ég á til líka. Ég vann, ég fæ allt sem ég vil. Það eru takk fyrir að koma, strákar. Ég vil samt rematch með bara, veist, almennt, skilur. Já, þú meina það? Ekki bara horror. Eða það? Já. Ég er alveg til að gera svoleiðis. Já, ég til það. Heyrst ekki neitt í mér. Já, ok, þannig að þú vilt bara almennt, bara grínmyndir og spennumyndir og allt bara. Já. Ég til í allt. Ég vinn Sigga á... Næstu það? Já, nei, þú vinnur aldrei. Jú, núna. Þú vinnur aldrei að vara að vinna. En kannski að við gerum þátt sem við vorum að tala að við myndum semja spurningar, svona movie challenge spurningar, allir með 5 spurningar og koma með það. Það getur verið skemmtilegt. Já, ég til það. Svo svipaði sem ég gerði með ykkur í Rock Ocean. Takk, strákar. Takk.